Yngvi, það er ekki taka það aftur.
Víðir, varstu ekki fyrstur í unglinga? Jú. Hvað annað? Hvar varstu áðan í 85? Þriðji. Er ekki þreyttur? Smá. Já, nefnir. Já. Þetta er nagli. Góðan daginn. Eyþór. Hvar hefur þú alveg verið í Straumsvík? Það er góð spurning, maður. Það hefur ekki séð ekki að bregða fyrir áður. Nei. Í erlendis að keppa og svona. Þetta er bara að kíkja til Íslands svona vera með. Já. Ég hef ekki búinn að keppa núna í 2 ár heima, held ég. Ok. Til í smá spjall. Já. Hérna, segðu mig bara fyrst hvað þú ert og svona, eða bara hvað þú heitir, hvað þú ert og gamall. Ég heiti Eyþór Reynsson, ég er 24 ára. Keyri á Kawasaki. Og hvaðan ertu? Úr Reykjavík. Og hvenær byrjaði þú í þessu sporti? Byrjaði 7 ára. Ok, og fórstu að æfa bara fullu strax eða? Nei, þetta byrjaði alveg brösulega á svona, sko. En ég kannski byrjaði að keppa á 12 eða eitthvað. Ok. Þannig að ég er að keppa síðan alveg fullu. Og hver er svona heimavöllurinn þinn? Braut þá, eða? Já, sem út svona oftast í. Eða hefur oftast verið í. Motomos. Ok. Myndi ég kalla það. Eða Álsnes, það er ekki keppt í henni lengur, samt. Er þetta hjá þér eins og mörgum? Er þetta svona fjölskyldusport eða ertu bara eini í fjölskyldunni? Þetta er alveg bara allir í fjölskyldunni. Það er ekki talað eiginlega um annað, sko. Er þetta alveg umræðuefni í jólabóðunum og fermingarveislunum? Já, svona allan hjá mér. En hérna áttu einhverja fyrirmynd? Já, hann er Eli Tomac, meistari. Ok, hann er fyrirmyndin þín. Og hvernig hjóli ertu svona oftast á? Í dag? Kawasaki. Í dag? Kawasaki. Hvað slóru? Ég er svona á 250 og 450. Ég keppi til dæmis núna í dag á bæði 250 og 450. Fjórgings. Veitir, þú tókst bæði mótóin í MX2 Já. og ætlar að vera með í Open líka? Já. Ég er reddi í þetta. Veitir, Yngvi er nú vanlega í efsta sætinu Já. þannig að hann er ekki sáttur með þig? Ég veit ekki, það kemur ljós. Hann hefur gaman að því að keppa með þér bara. Við hefum oft keppt saman, þannig. En af hverju dast inn í þetta sport þegar þú varst 7 ára? Hvað? Pabbi var í þessu. Bara, ég veit ekki. Bara mikill áhugi. Ekkert annað sem ég væri til annað að gera en þetta, sko. Þannig að pabbiðinn hefur dregið stubbinn með í þetta? Já, ég myndi segja það, sko. Hann svolítið áhugaðan, sko. Þú hefur svolítið að leiðbeina og þjálfa og kenna hérna heima. Já. Já. Verður það því áfram í sumar eða ertu að fara aftur erlendis? Ég er aftur að fara bara stutt stopp, sko. Ok. Keppirðu í bólaöldu? Ég reikni ekki með því, sko. Það væri gaman, sko, en Kannski? Kannski, en ég er alltaf að keppa bara hverja helgi með hennar stúpi, sko. Það verður mjög erfitt, sko. Hvað viltu segja við hérna litlu stubbana sem eru svona að byrja eða eru svona að fóta sig í þessu sporti? Bara að halda áfram að æfa og bara, ég veit það ekki. Það er ekki nákvæmlega. Æfingin skapar meistarann. Borða allt og æfa. Svo að snemma. Herru, til hamingju með sigurinn. Takk. Glæsilegt. Já, Yngvi, hvað segirðu? Hvernig ertu eftir MX2? Ég er nú bara ótrúlega góður. Svona smá ég gekk eitthvað aðeins í bakið hana en ég er samt ekkert að kvarta, bara tilbúinn í næsta. Ok. Þú ert vanur að vera í efsta sætinu í þessum flokki? Já, Eyþór kom og hann átti hann bara í dag, það má eiga það. Hann keyrði ótrúlega vel og flott en ég er náttúrulega aðeins að minna hjóli en ég veit ekki, hann er alltaf góður á 250 þannig hann átti það bara í dag. Hvernig gekk hjá þér í mótónum svona yfir höfuð? Núna, það gekk nú bara svona ágætlega. Fyrra mótaði átti ég lélegt start en ég keyrði mjög vel eiginlega fannst mér allan tíman. En seinna mótaði átti ég alveg gott start en svo bara náðu hérna 250 alveg fram á mér á beinakaflanum. Og hérna
fyrstu hringinu voru ekkert voða góðir, fannst mér. En svo náði ég svona að koma mér á strik og taka nokkuð góða hringi en Eyþór var bara löngu farinn. Hvernig finnst þér brautin hérna á Akureyri? Mér finnst hún alltaf mjög góð. Mér finnst alltaf gaman að koma hérna og keppa. Smá svona, fyrir litla hjóli var smá svona púður og svona smá svona erfitt en það er ekkert hægt að kasta yfir neinu. Það eru nokkrir sem hafa verið að detta þarna í síðustu beygjunni. Já, hún er smá svona tricky, eins og hún segir. Hún er smá sleip og samt er grip sumstaðar og svo er svona stundu koma smá grjót upp úr sem geta kannski aðeins sent mönnum til en ég slapp svona nokkuð vel. Ég fór einu svona eitthvað grjótana en ekkert þannig séð. Svo er það MS Open á eftir, þá farið þið á stærri hjól. Já. Þá verða meiri læti. Já, það verða meira læti. Það voru á eins hjólum og hann er á Kawasaki 450 og ég er á KTM 450 þannig það er bara betri keyrari en þá sko. Ok, hvernig líst þér á það dæmi? Mér líst bara mjög vel nema hann er bara í svo dúndur formi sko. Þannig ég þarf bara að taka vel á því fyrstu hringina og svo reyna eitthvað að halda hann fyrir aftan með það. Ég veit það ekki. Það er ekkert plan ennþá komið en ég þarf allan að hafa berjast eitthvað á fyrstu hringina. Ég hef eitthvað orku. Ertu ekki bara í sæmilegu dagsformi þá? Jú, ég er bara fyrir tímabekan á staði á einum. Jú, ég er alveg í sæmilegu formi en það er ekkert djókandi að koma og taka 2 flokka í mótorsénni. Það er bara meira en að segja það sko. Það tekur á. Þú þarft að vera í dúndur formi og svo líka út að ég er á 150 tíkishjóli, ég þarf að vera á 1.000.000 til að koma í áfram. Já. Það tekur orku og svo er ég á 450 hjóli núna sem tekur orkun úr mér. Það er bara svo er það nú. En það er samt tæknin og allt, ég er allt 100%. Það er bara hjóla aðeins meira æfingar og kannski meira út að hlaupa og svona. En ertu ekki samt nokkuð öruggur með Íslandsmeistarann í MX2 og Open? Því að ég held að Eyþór sé bara að keppa á þessu eina móti sko hérna á Akureyri af 4. Hann er búinn að missa fyrstu 2. Ég held að hann verði ekki í bólaöldu sko. Já, og ef hann verður með þar hvort sem er þá það er ekki séns. Það er meiri séns á Sölvi eða Einar, þú veist, í sikkur flokknum. Einar, en þú veist, þá þarf ég að klúðra ykkurju sko. Já. En ef ég held mig bara á palli í báðum keppnum þá er þetta tryggt. Það verður geðveikt að sjá MS Open á eftir. Já, ég er spenntur sjálfur. Herri, takk fyrir. Best að geta ekki hort á það. Já, jú, þú getur hort á það hérna hjá lifandi mynd þegar það er komið. Já, nákvæmlega. Já, hvað segja heimamenn? Hvernig, ertu sáttur við daginn, það sem af er? Já, það er ekkert annað hægt að vera. Ég hefði viljað vera í seinna og hefði viljað sleppa þetta. Já, þú fórst svolítið slæma byltu þannig í síðustu beygjunni. Já, ég í beygjunni fyrir endstökun, þá rann ég eitthvað og fór inn í battan og flög frá fyrir mig. Mér skilst að undirlagið þín sé glerhart og svo laust ofan á því. Já, það er sérstaklega þarna, það er pínu hart undir. Maður er bara að passa sig og ég klúraði bara hana. En þið Ingibjörn þurftu að horfa á eftir Eyþóri taka fyrsta sætið í MX2 aðan. Já, hann hvarf. Það var ekki að sjá. Hann kemur svolítið svona eins og minkurinn í hænsnakóðan. Já. Í þessari keppni allavega. Heldur betur sko. Okay. Hann telst ekki með, hann er útlendingur. En hvernig ertu annars að fíla brautina svona heilt yfir hérna á Akureyri? Þetta er mjög bara alveg æðisleg. Er þetta ekki brautin þín sem að þú ert að æfa því í? Ég er frá Akureyri og þetta er braut sem ég er búinn að hjóla alltaf með nýjum. Mér finnst það alltaf að gána hjóla hérna. Svo er það MS Open á eftir. Já. Sem að fer að byrja á hverju. Já. Það verður svolítið meiri slagur hjá okkur þá, stærri hjól og... Já, þeir eru allir í 450 og við erum nokkur hérna á 200 hjólum. Það verður bara, ég hef aðalega bara með MS Open til að hafa gaman, ég er ekki að taka það í alvara. Já, nákvæmlega. Bara eitthvað svona að dóla með. Nákvæmlega. Ertu í ágætis æfingu? Ég væri til að vera meiri. Maður getur alltaf verið í betra formi. Alltaf verið í betra formi, sérstaklega núna. Ég er ekki í það góða formi og ég væri til að vera betra. Eitt að lokum, Bjarki bróðir þinn. Já. Af hverju leikur hann sér ekki með í Open á eftir? Heyrðu, það bara fekk eitthvað. Ef Bjarki væri ekki hérna, þá væri þessi keppni ekki hérna. Þannig að honum finnst líka gaman að vera hérna og honum
finnst þetta gaman allan. Það er tímaskortur hjá Bjarka. Já, ég er alltaf að reyna að hvetja til að vera með. Það kemur endan. Hvernig er staðan hjá þér á Íslandsmótinu eftir 3 keppnir í MX2? Ég held ég sé bara góð í öðru seti bara. Já, nokkuð öruggur. Já, ég er öruggur þar held ég. Svo er það Bolaalda. Já, það er enginn eftir þá. Ok. Þannig að það er bara róla safe. Er til hamingju og gangi þér vel í MS Open á eftir? Takk hérlega. Þú byrjar að... Sorry, ég ætla ekki að gera þetta. Ég var ekki brjáluð. Ég var bara, oh my god. Ég stundum það í það er bara ranni. Það var alveg bara rugg. Við vorum að beða að fara